Ægisli, hvernig gekk að sofna í nótt eftir þennan leik? Bara, það er auðvitað ákveðið alltaf svona frekar erfitt að sofna eftir svona spennuþrungin og svona þegar adrenalín í botni en maður fór glaður að sofa í gær, það er sagt. Já, það var stór áfangi að ná þessu og ná svona, já, mjög góðum leik. Já, heldur betur og líka ná einhvern veginn svona að vera með einbeita framistuðu allan tíman skilurðu að við komum ekki með það kæruleysi og svona hlupum þeim ekki svona einfallega inn í leiki með svona klaufalegum töpum boltum með eitthvað svona það var bara 100% einbeiting allan tíman, gríðarlegur baráttu vilji og bara ótrúlegt einhvern veginn að svona upplifa andan í liðinu bara svona maður fann það bara fyrir leikinn að allir voru ótrúlega klárir í þessa orustu að við ætluðum að gefa svoleiðis allt í þetta og mér fannst við svolítið, já, við gerum það. Einmitt og þegar þið, má vilja segja svona þegar þið komist í 4-1 að þið gefið aldrei þumlung eftir það sem eftir er leiksins. Já, algjörlega og við settum að mínum að þið leikinn gríðarlega vel upp og vorum einhvern veginn svona, tókum öll vopnin þeirra úr þeirra höndum og svona vorum að pönkast í þeim líka allan tíman þótt að þeir hafa verið að berja okkur líka duglega, þá vorum við líka ekkert, mér fannst við bara aggressífir en samt ekki með neina svona, vorum ekki svona með heimskulegbrót, við vorum bara mjög aggressífir en þéttir og það var bara ótrúlega flott að sjá þetta ekki. Og sóknarleikurinn svona gekk náttúrulega mörguleiti ágætlega, svona kannski fyrir þetta nýtingu færa en svona ykkur tókst svona að opna þá ágætlega á tímum. Já, það er auðvitað líka það sem við þurfum að hafa í huga að við saman tíma að vörnin og markvarslan hjá okkur var geggjuð þá var sóknarleikurinn að við erum að fara með agalega mikið af dauðafærum og það er miðbik seinni hálfleik þar sem að hefði vilja bara svona ekki klára þetta en bara svona negla þessu bara inn skilur bara koma með hamarinn og bara því að þetta voru mjög mikið af dauðafærum sem við vorum að fara með eins og ég sagði og það er alveg rétt, við vorum að opna á vel en ég meina kom ekki á sök og við vorum bara helviti flotti fannst mér Svo bara Egyptarnir núna eftir sólarhring. Já, Egyptarnir ótrúlega flott lið, ber gríðarlega mikla virðingu fyrir þeim, svona hvernig þeir hafa vaxið, einhvern veginn dafnað svona smátt saman sem lið síðustu ár og eru svona með þessa skemmtilegu blöndu af þessu gríðarlegri svona sveiflu sem eru með þessi kraftur og síðan eru líka með þennan spænsku klókitið með spænska þjálfara og eru með svona gott línuspil, frábæra línumann og frábæra vörn og við þurfum að fara vel yfir svona gameplanin í dag og bara svona leggjast yfir hvað við viljum gera. Og það er bara, en það er náttúrulega komin sér góða staða þannig að það er bara, ég er reyna að viðhalda henni. Já, það er bara algjörlega þannig og það má leyfa sér að vera jákvæður og þetta eins og ég er líka búinn að segja að trúlega svona skemmtileg tilbreyting að fara svona jákvæður inn í milliríla að einhvern veginn ekki svona hugsa eitthvað svona já ef að við þurfum að vinna þennan þetta er bara einhvern veginn allt í okkar höndum núna. Jú, ef við hefðum unnið þennan. Já, einmitt og það er bara allt í okkar höndum núna og það er þetta bara frábær tilfinning og við erum bara dauða færi að fara í áttalega úrslit og það er eitthvað sem við megum ekki láta úr höndunum okkar.